Mikolas Krasnivskis númer 20, Ásgeir Páll Magnússon númer 22 og Sólmundur Aron Björgólfsson númer 23. Hálf fátæklegur varamannabekkurinn hjá gestunum, en það ætti ekki að koma sökk langt að koma frá Fáskrúðsfirði. Hérna sjáum við káamennina labba inn á, við erum í gulum búningum í dag, Aron Dagur í grænum og við sjáum að það nefnilega kannski, þetta er það sem er grunaði Ágúst, þó svo þú sett nokkið að lýsa það mér að þá er til dæmis Gunnar Ára Stefánsson í byrjunarliðinu, þó að hann er þarna númer 3, hann er fremstur með Elvar Árna Aðalsteinssyni, þetta er það sem er grunaði, þetta var að trufla með hann. Sveinn Margeir, Almar og Þorri á miðunni, Steinþór og Hrannar í bakvörðum, Andri Fannar, Brynjar Ingi og Hallgrímur Jónásson í vörninni. Höfum þetta rétt, höfum þetta gott, dómaralegs í dag Sigurður Þrastásson, Sakir Jón Gasanov og Svenni í toppmun og sport, eða sport 24, þeir eru línuverðir, eða aðstofa dómar hjá okkur í dag. Ágúst Stefánsson á tækniborðinu og Baldur nokkur Halldórsson er á myndavélinni. Aðrir í blaðamannstúkunni er Einsi Ben á klukkunni og sér varaboltan, hann biður að heilsa ykkur. En hér er allt til reiðu, gaman að segja frá því að KA2 lék á Húsavík í morgun. Spiluðu þar í kjarnafæðamótinu leik úti á Iða grænum Húsavíkurvelli og unnu þar heimamenn 3-2. Þorsteinn Þorvaldsson skoraði 2 mörk fyrir KA-liðið og Adam Örn Guðmundsson 1 í 3-2 sigri okkar manna. Já, það er heldur fámennt í boganum í dag. Það er margir á ferð og flugi, margir í Reykjavík að taka þátt í HT-mótinu hjá Breiðablik, allur okkar 50 flokkur og foreldrar og fylgifiskar. Þannig að það er svona margir ykkendur þar. En þeir tínast inn hér áhörendur hægt og rólega. Sýnist Káa ætla, eins og ég sagði, vera í, nei það er í einhvers konar 4-4 spurning hvort þeir náðu myndavélinni Baldur aðeins til hægri. Sjáum hvernig menn að stilla þessu upp, þá erum við með 2 manna varnarlínu með Hatta og Binna. Og Andri Fannar og Hrannar er í bakvörðum. Og þá eru þeir hérna á miðjunni Almar, Steinþór, Sveinn Margeir og Þorri, Gunnar Örvar og Elvar. Geti verið eitthvað svona 4-3-3 útfærsla hjá okkur í dag. Ég kannski næ á Petta eða Óla Stefán í hálfleik til að spyrja það út í uppleikið aðeins betur. En leikurinn er farin á stað, það eru gestirnir í ljósbláu Manchester City búningunum sínum sem að hefja leikinn. Og láta boltan ganga alveg aftur á markvörðinn, hann Bergstein. KA-liðið byrjar að setja pressu hérna og þeir sparka langt og Aron kemur út í þennan, losar pressuna á Andra Fannar. Hann er leikmaður númer 11 hjá Leikni, ungur og efnilegur strákur, Sæþór Viðarsson. Þetta er bróðir Kristófers Páls Viðarssonar sem lék með KA og fyrir nokkrum árum síðan. Hefur átt við erfið meiðsli að stríða, búinn að slíta krossband í hné oftar en hann hefur allan að óska sér. Gaman að sjá KA-menn í hvítum sokkum í dag, það er ekki vaninn, en endar svona sem bara undirbúnings leik að ræða. Og KA á hér innkast djúpt á vallarhelmingi gestana. Gaman að sjá Almar Ormarsson, hann er að leika sem fyrsta leik núna í langan tíma. Enda búsettur í Reykjavík svona yfir háveturinn, þar sem hann vinnur við bókaútgáfu, það með minnir. Gunnar Örvar kemur boltanum á Steinþór Freyr. Steinþór Freyr á Sveinn Margeir. Sveinn Margeir snýr og sér Hrannar opinn út í hægra megin. Hrannar hefur svolítinn tíma til að horfa inn í teig. Og hér kemur krossinn og hann er aftur fyrir. Þetta er markspyrna sem gestirnir eiga. Já, KA-menn er einhvers konar 4-3-3 með Almar aftastan á miðunni og Sveinn Margeir og Steinþór Freyr framann. Og eru sinni 3 manna sóknarlínu með Þorra, Elvar og Gunnar Örvar. Þorri og Elvar byrja hérna út í hægra og vinstra megin og Gunnar Örvar í miðunni. Kemur fyrirliði leiknismanna og spyrnir honum fram. Það er Jan Greslak sem er fyrirliði. Almar fær hann í lappir og tilbaka á Hatta. Hallgrímur spilandi aðstofþjálfari KA-manna. Leikur í treyju númer 6 af hana.
Hrannar Björn. Og Brynjar kemur með hann langan fram á Þorra sem kemur hlaupið á bakvið á Þorri í baróttunni hérna og leiknismenn skallan út af. Gerir leikmaður númer 2 Guðmundur Arnar Hjálmarsson. Andri Fannar kemur og tekur innkastið. Gunnar er með Jan í bakkinu. Kemur hann á andra. Andri færir hann á Brynjar Inga. KM láta hann ganga öftur til línu, leita glufum í þéttu leiknisliði. Almar, mikinn tíma hana. Hrannar kom í hlaup, vildi fá hann, fekk hann ekki, heldur spilum við rólega tilbaka. Brynjar Ingi Bjarnason, bróðir Davíðssonar Bjarnasonar. Miklir KM-menn. Þorri Mar Þórisson keyrir á vörnina, missir hann aðeins frá sinna sem þetta kloppan Guðmund. En gestinni komaði síðan innkasti til 3. innkasti sem K að færa á svona djúpt af vallarhelmingi gestana frá Fáskrúðsfirði. Gunnar, misskilningur hérna milli hans og Þorra á boltinn í innkast. Nú eru það leiknismenn sem að fá að kasta inn. Og hér kemur langt innkast Andri Fannar í baráttinu og þetta innkast á K. Nei, þetta innkast á K ekki. Siggi Þrastar ósammála mér. Sveit Margeir góður í baráttu þarna og kemur boltanum út af og leiknismenn halda áfram að vinna sér hægt rólega völlin í gegnum innkostinn. Almar. Sveitn í baráttu við 2. Leiknismenn hafa betur og nú sækja hratt. Kemur hérna stungusending á Sæþór Viðarsson. Andri fann hann til varnar. Hvað gerir Sæþór? Er að koma boltanum fyrir en Andri blokkar þá fyrir gjöf og sendi ekki frá Almar ekki nóg nákvæma Þorra. Leiknismenn færa boltan hérna yfir. Kemur sendingin upp í hotn. Það eru ágætlega snöggir. Boltinn inn í teik K-mann, þetta er hættulegt og hann pikkar honum. Hann Stefán Ómar Magnússon og þessi við framhjá. Ógnaði kannski markinu aldrei alvarlega en þeir eru skeinu hættir. Leiknismenn. Andri í vandræðum en sleppi með þetta. Innkast sem K á. Sæþór öskufljótur. Andri kastar hann tilbaka á Hatta. Hatti á Aron Dag. Og færa hann yfir á Brynjar. Þeir eru að leyfa leiknismönnum að elta þetta aðeins. Hlaupa aðeins eftir boltanum. Brynjar Ingi horfir fram. Reynir að finna Steinþór Frey en leiknismönnum undan og koma þessu út af. Hrannar tekur innkastið á Elvar og Elvar tilbaka á Steinþór. Og Steinþór reynir að finna Hrannar hann en gengur ekki. Og leiknismenn snúa vörn í sókn. Og missa boltan frá sér og út af. Innkast sem að heimamenn eiga. Hrannar. Almar færir hann yfir á andra. KM-menn að reyna að ná takt í spilið sitt. Þorri. Og Andri. Almar er annað skipt sem Almar fær mikið pláss akkurat þarna á vellinum. En þessi fyrirgjöfið döpur og Jan skallar frá. Almar hins vegar nær á næsta bolta og finnur Hrannar. Hvað gerir Hrannar? Hann stingur hann minna á félag sin Elvar Árni og Elvar Árni í dauðafæri. En frábærlega vari hjá Bergsveini Magnúsinni. Fáum þetta endursýnt. Boltinn er kominn í leik aftur. Eir Steinþór. Ká búinn að vinna hann aftur. Brynjar Ingi aftur á Hallgrím. Hatti út á andra. Þorri sækir á. Reynir að fara á Guðmund. En Guðmundur gerir vel. Hún er að blokka þessa fyrirgjöf og Ká fær innkast. Boltinn er kominn í leik hérna aftur. Almar. Snýr við, finnur andra aftur. Leiknismenn leggja greinilega eins upp úr að stoppa kantspili á K en fá meiri tíma inn á miðunni. Almar og sérstaklega Almar. Hrannar í smá vandræðum. Og boltinn út af K hennan. Elvar Árni
Andri Fannar kemur nær í baki á honum, hann skiptir út á Þorra og þar koma þeir í hann 2. Og Þorri gerir vel, heldur boltanum, kemur honum inn á ágætis hugmynd, Gunnar var náði ekki til hans. Og Bergsteinn í marki Leiknis, handsama knöttinn. Kemur honum fljótt í leikinn upp til hægri á Guðmund Arnar. Þorri pressar, kemur tilbaka á Jan í miðverðinum. Leiknismenn með henni í öftustu línu, Káa leyfa þeim það. Kemur langur bolti fram, Brynjar með allt á hreinu þarna, skallar hann á Almar og aftur á Brynjar. Sveit Marki með smá tíma, Sæþór í bakkinn á honum. Andri Fannar, finnur Brynjar Inga. Elvar Árni. Tilbaka á Brynjar. Leikurinn fyrir rólega á stað. Það stíft prógram hjá Káamönnum framvindan þrátt fyrir að það sé einungis miður janúar. Það spila hverja helgi núna fram í febrúar í Kjarnafæðimótinu. Þá kemur ein helgi pásu þegar til Lengjubikarinn byrjar. Og að Lengjubikarinn loknum halda Káamenn í æfingaferð vestur í heim til Bandaríkjanna. Káamenn ætla að skella sér í æfingaferð til Orlando í mars. Leiknismenn eru hérna ágættir í að, þessi farin. Þorri með innkastið á Gunnar Örvar. Móttakan sveik hann aðeins en Almar alltaf mættur að hýrða lausuboltana, hans einkenni. Andri að finna þessa sendingar hérna á miðinu, Finnur Svein Margeir með ágætis hugmynd svo sem, en framkvæmdin á sendingunni ekki góð og hún endar út af aftur fyrir mark Leiknismanna og markspillan frá þeirra marki. Káamenn með ágætis pressu hérna sem að Leiknismenn leitast við að leysa, gera það ágætlega allan á svona fyrstum sinn. Og þetta innkastið Leiknismenn. Boltinn fór að hranna út fyrir. Jan í öftustu línu. Fær hann á milli sín miðverðirnir og reyna síðan langa sendingu fram. Þessir yfir hann, þetta er flottu bolti. Virkilega vel leyst hjá Leiknismönnum. En Brynjar Ingi í vandanavaxinu kemur þessum út af. Brynjar Ingi vaxið mikið sem leikmaður. Framtíða miðvörður í Káa-liðinu. Gæti ná langt. Einungis 21 árs gamall á árunum. Kemur innkastið. Þar er Sveit Margeir í baráttunni. Og Almar, Steinþór Freyr, og geta Káa komið hratt. Það er Þorri. Hann er snöggur en þessa tilraun las Guðmundur bakfyrir Leiknismanna ágætlega. Og þeir eru ískaldir hérna í öftustu línu, senda hann sín á milli, er ekkert að sparka langt. Jan með hann. Kemur aftur langur bolti hérna upp í hornið. Hrannar í gaflöpi. Það er leikmaður númer 14. Musa Murad með fyrirgjöfun. Hún er frábælega góð og þarna skall hurnæri hælum. Virkilega vel leikið hjá Leiknismönnum. Sjáum hérna, þetta er önnur að þriðja sendingin Leiknum sem er hárnákvæmt í hornið. Og nú nær Murad fyrirgjöfunni en Leiknismenn rétt ná ekki til boltans. Gríðarlega hættulegt færi. Hefði þurft eina sendingu, eina snertingu til að koma honum í netið. Þannig að skall hurnæri hælum. En já, Káamenn fljóttir að gefa gestunum boltan.
Reyndu þarna langa sendingu fram sem ekki gekk og aftur byrja Leiknismenn að byggja upp sína sókn. En Sveinn Margeir harðurinn á miðjunni vinnur boltann og þarna var nú Þorri. Var ekki klár í þessa tæklingu og Leiknismenn hirtu seinni boltann. Þorri hins vegar fær hann aftur og Andri Fannar. Bróðir Þorra, Nökkvi Þórisson glíma við smávægileg meiðsl. Þorri og Nökkvi gengur til liðs við KA í fyrra vor og Nökkvi átti þó nokkrar innkomur, flottar innkomur með KA-liðinu í sumar. Þorri hins vegar fór á lán til Keflavíkur, spilaði þar seinni helming tímabilsins. Þannig fór boltinn upp í loft og það dómarakast og Leiknismenn spyrnunum hérna á Aron Dag. Marki KA. Steinþór biður Sigga dómarum að stoppa leikinn. Eitthvað blóðkast eða eitthvað slíkt, ekki sé það svo sem ekki, en hann leipur hann í átt að varamannabrekknum. Þar sem að Halldór Hermann tekur við honum. Siggi setur leikinn aftur í gang. Brynjar Ingi, Gunnar Örvar. Já, Gunnar Örvar snýr og þar haldið í peysuna hans. Siggi leyfir leiknum að fljóta. Siggi þaulvanur dómari. Dæmir ekki einungis í efstu deild í knattspyrnu, hann dæmir einnig í efstu deild í handbolta. Ekki frá því hann bara hreinlega að dæma seinna í dag eða á morgun í Ólafsdeild kvenna. Elvar Árni með ágætis töts en Leiknismenn setja þennan í innkast. Og Hrannar Björn býst við að taka innkastið. Kemur fyrirgjöf á KA en þetta handsamar Bergsteinn í markinu. Kemur langur bolti fram. Þeir eru ösku fljóta fremstu menn en vel staðsettur Hallgrímur Jónásson. Skallar hann á Andra Fannar og Andri Fannar leikur sér hérna aðeins með boltan. Finnur svo Þorra hérna í lappir upp við blaðamannastúkuna. Og Þorri tilbaka á Hatta. Gaman að sjá Kristinn Jaló hérna á skokkinu í kringum völlinn en hann nýkominn til landsins eftir jólafrí. En í síðasta leik KA í Lengjubikarnir sem var gegn Magna þá var Einar Ari Ármannsson í markinu og Jóhannes Geir Gestsson varamarkmaður. Báðir ungir og efnilegi markmenn í þriðja flokki hjá KA. Andri Fannar sér hérna plássin á miðjunni, horfir upp. Finnur Þorra síðan lappið nú til vinstra megin. Þorri sækir á, skýtur á því 8 markinu. Þetta fer í 2 Leiknismenn en Andri sækir að og gera það verkum að Leiknismenn þurfa að setja þennan út í lappirnar á KA-mönnum. Og Sveinn Margeir finnur Brynjar Inga. Brynjar Ingi með tíma, horfir upp, setur hann í lappir á Steinþóri Frey. Steinþór Freyr á Elvar og Elvar út í horn og Hrannar virkilega vel spilað þarna. Elvar vissi nákvæmlega hvernig hlaup Hrannar kom með og þarna eða Leiknismenn sem bjarga á síðustu stundu og í horn. Fyrst þetta er sennilega fyrsta horn okkar KA-manna, annað horn okkar KA-manna. Annað horn okkar KA-manna. Það er Sveinn Margeir sem að tekur það. Döpur sending hérna á nærsvæðið en Gunnar Örvar áttaði sig á þessu. Kemur nú aftur út á Svein, hann fær annað tækifæri til að gefa fyrir það hvað. Nei, Leiknismenn snöggir áttaði sig og það er innkast. Það er innkast sem að Leiknismenn eiga. Nei, KA-menn eiga fyrirgefið. Og þá kemur Hrannar á vettvang. 16 mínútur búnar að fyrir á leikrúmar og Elvar Árni búinn að eiga 1 færi fyrir KA-menn en Leiknismenn sennilega búinn að eiga besta færið. Steinþór og Hrannar aftur á Steinþór, kemur tilbaka á Almar og Almar með Hatta með sér. Hatti horfir upp, sér hlaupi Elvari á fjær, reynir að finna hann. Brynjar Ingi hins vegar skalla þennan fyrir markið en það er engin KA-maður. Gunnar Örvar
fær hotspinnu með miklu harðfylgi. Leiknismenn einhverjir kölluðu eftir að Gunnar Örvar er dæmdur brotlegur en svo var ekki, þannig að Sveinn Margeir gerir sig kláran í þriðju hotspinnu okkar KM-manna. Sveinn Margeir Hauksson, ungur og efnilegur strákur frá Dalvík. Búinn að vera viðlóðin KA í smá tíma þó. Kemur flott spyrna inn á fjarstöngina. Almar Ormarsson tekur þennan á lofti og skýtur honum við markið. Bjartsýnistilraun hjá Almari en það er ekkert verri en aðrar. Liðið sem KA stillir upp í dag er, svo má orðið komast, er óvenju sterkt. Svona sennilega sterkasta lið sem við stilt upp í kjartaðamótinu hingað til. Leik reyndast allavega. Kannski er það vegna þess að við vorum að spila nánast á sama tíma á Húsavík með KA2 og þar fengur menn sem hafa fengið nokkra mínútur með KA1 í sumar í vetur eins og til dæmis Adam Örn sem hefur leist miðverðarstöðu á KA-liðinu vel í kjartaðamótinu hingað til að spila með KA2 í dag, sem og Otto Björn Óðinsson og fleiri. Birgir Baldvinsson og aðrir sem hafa verið að spila fyrir KA1 í mótinu. KA hefur mikla breytt og mikið á ungum efnilegum strákum. Bíða eftir tækifærinu að komast í aðaliðið. Almar, Andri Fannar og Þorri. Þorri horfir upp. Elvar ótaði hlaupið þarna, hætti síðan við. Andri Fannar kemur hann aftur á Þorra, einfalt, gott. Þorri inn á Steinþór með tíma til að snúa við. Finnur Almar og Almar vill skjóta sem hann gerir og þessi er í þverslána og yfir hörku skot og vel spilað á KM-unum. Almar færðist nær allavega. Spurning hvort að næsta endi ekki bara inni. KA er að ná tökum á þessum leik. Er að halda bolta ágætlega og finna glufur. Þorri er að taka bolta niður, vel gert þarna. Andri, Þorri út í vinstra megin, fyrirgefur Steinþór. Steinþór með fyrirgjöfuna þær elli en leiknismenn vel staðsettir. Þá er það Míkolas, skiptir út til vinstri en þessi er of föst fyrir Musa Murad. Steinþór Freyr og Elvar lætur hann fara þarna, vísar Hrannar væri að koma. Góð tenging hann milli Húsavíkur frændana. Hrannar Björn horfir mikinn tíma á boltan, fyrirgjöfin hins vegar ratar á hausinu á leiknismanni. Almar pikkar upp lausa boltan en missir hann. Þá geta leiknismenn komið hratt, snúið vörn í sókn sem þurfa að gera. Almar búinn að vinna boltan aftur. Andri Fannar meðan setur hann upp í hornið á hinn bakvörð KA-manna, Hrannar Björn. Hrannar með tíma setur hann eftir jörðinni en ekki alveg nú nákvæmt til að hitta Elvar Árna. Þá kemur Elvar Árni bara og sækir boltan, virkilega vel gert. Þetta er uppáhaldskosturinn hans, finnst mér. Það er þessi elja og vinnusemi, gefst aldrei upp. Skemmtilegur leikmaður Elvar Árni Aðalsteinsson. Hins vegar ekki líklegur til að hreppa markakóngstitilinn í Gjarðaþæðamótinu í ár. Hann er búinn að vera markakóngur í þessu móti undanfarin ár. Og þeir voru jafnvel að tala um að reisa styttar á móti Salbaseri fyrir utan Gjarðaþæði. En hann er að spara mörkin greinilega fram á sumar. Við kvörtum ekki við því við KA-menn svo lengi sem við vinnum leikina hérna. Þá er það Brynjar Ingi, Hallgrímur og Almar. Hallgrímur Mar hins vegar fjarri góðu gamli í dag, hann er erlendis og verður fram á vor. Þorri Mar og Andri. Brynjar Ingi fær hann í lappir. Leiknismenn leyfa KA-mönnum alveg að vera í friði hérna
kringum miðjulínuna og aðeins inn á vallarhelmingi þannig að þeir hafa mikinn tíma en eru eins og þétti tilbaka. Það var Sveinn Margeir en leiknismenn kalla frá, þetta er full flókið. Hefur reynst best ef við náum að spila okkur í gegn og það er Andri á Brynjar. Leiknismenn agaðir, gefa engin færi á sér sem stendur allavega. Almar skiptir honum hérna yfir en Guðmundur skallar hann frá á Sæþór. Andri fann að vinna boltan á honum hins vegar og Sæþór gengur vasklega fram og vinnur innkast. Kemur hárbolti fram sem að leiknismenn skall út á og þetta innkast á Káa. Brynjar Ingi og Almar. Almar og Andri fann að vera mikið í boltarmyndin á miðunni. Almar kallar eftir því að Káamenn hreyfi sig betur. Áhugaverð hugmynd hjá Andra en sendingin ekki nógu nákvæm og þessi endar hjá leikni. Kemur markspyrnan út til hægri. Þorri snöggur og Káamenn setja press á leiknismenn. Vinna boltan. Gunnar Örvar rétt missir að þessum og Jan fyrirlið leiknismanna hefur tíma. Nú koma þeir 5 leiknismenn gegn 5 Káamönnum með einhver tilraun til stungusendingar sem var samt ekki nógu nákvæm. Það er alltaf að nýta sér hraðan í Sæþóri Viðarsinni. Sveinn Margeir með missetna sendingu á Elvar sem har að ta beint á leiknismenn en þá kemur bara önnur missetnu sendingu á leikni og nú er Steinþór einn gegn varnarlínu leiknismanna. Steinþór á Gunnar Örvar og leiknismenn losa þennan í Gunnar Örvar og út af þannig að Káamenn geta lyft liðin aðeins og sett pressu á leikni. Boltinn lengst inn í horni, lengst upp í horni. Sjáum að þrátt fyrir að leiknismenn í innkastið er aðeins einn maður á öðrum þriðjungi vallarins. Þeir eru allir á sínum þriðjungi. Kemur innkastið, Elvar Árni vinnur skallaboltan, setur hann á Steinþór. Sveinn Margeir finnur Þorra, Þorri reynir hann að senda ykkur fyrst á Steinþór. Góð hugmynd en tókst ekki. Hallgrímur Jónasson, Andri Fannar. Sér Steinþór sem að lætur hann fara á Sveinn Margeir, skemmtilega gert á Steinþóri. Sveinn Margeir í baráttunni hann gerir vel en jú, fær aukaspyrnu. Þetta er sennilega fyrsta aukaspyrna leiksins. Siggi hefur ekki þurft að flauta mikið í flautuna hinga til. Ætli það sé ekki Sveinn Margeir sem vilji spyrna þessu sjálfur. Frábæra spyrnutæknistrákurinn þrátt fyrir ungan aldur. Leiknismenn setja hérna 4 í vegg. Siggi skrifar þetta en ekkert sprey sýnist mér. Ekkert sprey í dag. Þetta er, jæja, ég ætlaði að fara að segja að þeir ætla að snúa svona í vegnum. Það hefði verið mjög skemmtilegt. Það er Brynjar Ingi sem setur hann með frá jörðinni beint í varnarveginn, var að vonast til að myndi hoppa upp. Síðan gerði hins vegar ekki. Hallgrímur Jónasson, vandar Maxinn. Þorri setur hann á Svein. Svein til hægra Hrannar, Hrannar aftur með mikinn tíma. Hrannar er búinn að fá nokkur svona góðan tíma til að krossa honum. Hér kemur krossin og hann er á Elvar. Og Elvar með skalla og þetta er fastur skalli. Og markakóngur Kjarnahæðimótsins Elvar Árni Aðarsteinsson er kominn á blað. Eftir frábæra stóðsendingu frá Hrannari Birni. Sjáum þetta sjálfsögðu endursýnt. En ekki hvað. Sjáum hérna hvernig Sveinn Margeir finnur Hrannar út í hægra megin og þetta er ekki fyrst skipt sér Hrannar fær hana tíma og krossin er hárnagkvæmur á Elvar og Elvar nær gríðarlega föstum skalla með að vera eiginlega að bakka. Mjög vel gert hjá Elvar Árna. 1-0 fyrir Káamönnum, markið kemur á 27. mínútu. Leiknismenn hefja leik á nýja leik. Káamenn að pressa og leiknismenn lendi í andræðum. Æsast leikar hérna.
Boltinn fór upp í og það er dómara kast. Leiknismenn spyrna honum upp í og allir þeir sjá síðan þá ekki maður spyrna honum yfir til okkar káamanna. Jó. Almar og Hatti. Þorri fær hann út til vinstra megin með plás. Sveinn Margeir. Þorri hérna frýr út til vinstra megin, kallar á boltan. Almar setur hann þessar upp til hægri, það hefur reynst vel hingað til, Hrannar frábæra móttöku og leikur á Leiknismanninn með krossinn og það er Steinþór sem fær hann í lappir og hvað gerir Steinþór? Andri Fannar tekur frákastið með skot sem er yfir. Frábærlega vel gert hjá Hrannari og Steinþór vel staðsettur, náði bara ekki að koma boltanum fyrir sig í skot. En Andri Fannar hirti í seinni boltan og kom honum í 8 marki en skot tekinn á nákvæmt og sveif yfir. Vantaði ekki mikið upp á það og mikil hætta þegar að Hrannar fær hann út til hægra megin. Hrannar er í stuði. Kemur hárbolti fram og Hatti skalla hennar frá. Boltinn endar hjá Andra Fannar sem finnur Þorra. Þeir róar þetta niður. Hrannar út í hægra megin með plás. Með fasta sendingu upp á Elvar Árni og hörku spretti, nær hann þessu að sjálfsögðu en virkilega vel gert hjá Leiknismannunum og mátti minnstu muna þarna hefði orðið árustur milli höfuð Steinþórs og lappar Leiknismannsins en káamenn er ennþá í fullri pressu. Sæþór hins vegar tekur hann vel hérna niður, kemur Ásgeir Páll Magnússon, Stefán Ómar og Sæþór. Sæþór reynir að krossa þessi fyrir Sveinn Margeir og Aron Dagur bjargar því að þetta sé horn. Vel vakandi Aron Dagur í markinu. Þorri. Brynjar Ingi með misheppnaða sendingu sem Leiknismenn komast inn í og Hrannar brýtur á gestunum og þetta er fyrsta aukaspyrna þeirra. Gaman að segja frá því að þeir sem eru farnir að hlakka til sumarsins að þá er búið að raða niður í fyrstu umferð og fyrstu umferði Pepsi-deildarinnar. Aftur byrjum við káamenn á útivelli og aftur er það upp á Skaga 23. apríl næstkomandi fimmtudagskvöld. Fimmtudagur afsakið. Þetta er sennilega þetta er frídagur. Veitum reyndar ekki hvaða frídagur en það er önnur saga. Við spilum klukkan 4 23. apríl upp á Skaga. Hér koma Leiknismenn en Sveinn Margeir losa þennan. Káa átt engast, þetta hefur farið í Leiknismannaleiðin út af. Fyrsti heimaleikur Káa er síðan sunnudaginn 3. maí gegn Víkingum frá Reykjavík bikarmeisturunum og verður gaman að sjá í hvað standi Akureyrarvöllur kemur undan annars hörðum vetri hér fyrir norðan. Mesti snjór undanfarna ára sem hefur fallið hérna á höfuðstað Norðurlandsins í vetur. Hér kemur Hrannar með krossinn og þetta er frábært hlaup hjá Þorra en náðu ekki að gera sér almennilegan mat úr þessu og skotið er beint á Bergstein í markinu. En nú aftur Hrannar að ógna með sínum krossum. Á koma Leiknismenn spila út úr vörninni. Það er Guðmundur. Almar.
Þannig að missettur sending sem fyrir út af og leiknismenn eiga innkast. KA-menn mikið meira með boltan í þessum leik. Brynjar Ingi í baráttunni og vinnur innkast. Já. KA-menn að spila nú saman. Öttu línu Andri með stungusendingu á Elvar en fyrirliði leiknismann að skalla frá. Þá koma þeir Miklós. En Brynjar Ingi hleypur neðar sendingu vel gert hjá Brynjari. En annað lítur hann að vera... Nei, hann er ekki ráðstæðið. Boltinn kemur sannlega á KA-manni. En Hatti brýtur þessa sókn á bakaftur. 33 mínútur búnar að leiknum. Þorri Mar Þóruðsson vill fá hann til vinstra megin. En Elvar fær hann í lappir og setur hann síðan út á Þorra. Þorri sækir á vörð leiknismanna, reynir að koma sér í skotstöðu með skot sem að varnarmaður leiknismanna stoppar. Almar hins vegar nær næsta bolta eins og svo ofta áður. Ósáttur við framgöngu Arons Óla Búrell hana. Fannst hann að fara að narta heldur mikið hælan á sig með að það var ekkert að gerast. Hrannar með flott sending á Steinþór. Steinþór og Svein. Sveinn Margeir setur hann út til vinstir á Elvar. Elvar kassar hann niður og krossar hann Svein í. En Steinþór vann ekki þetta skallaði mig. Sveinn Margeir Hrannar með sér úti, notar hann. Hrannar með kross. En Gunnar Örvar þrátt fyrir alla sína sentimetra ekki nógu stór til að ná þessum. Og Bergsteinn handsama knöttinn. Já, mér setjum sending út á vörð leiknum og nú kemur Þorri. Hann er snöggur, hann er með 2 með sér, Skæri finnur hægri löppina en skotið yfir. Kom boltar hann yfir á hægri fótinn á Þorri en skotið ekki ná nákvæmt og fyrir yfirmarkið. Staðan sé fyrir 1-0. Það var Elvar Árni Aðalsteinsson sem skoraði mark KA-manna á 27. mínútu. Þetta er sending frá Hrannari. Þorri búinn að vinna boltan aftur. Dugnaður, eljusemi og sérhlífni. Sveinn Margeir Hauksson á Andra Fannar Stefánsson. Elvar Árni hérna komið vinstri megin, er búinn að skipta stöðu. Elvar og Þorri. Andri Fannar lappir á Gunnar Örvar með tíma. Setur hann út til vinstri á Elvar Árna. Elvar með skiptingu yfir til hægri og leiknismenn sjá þann eina kost í stöðunni að skalla hann í horn. Þá er það Sveinn Margeir sem skokkar út af hornfána fyrir að taka hornið. Þeir eru fjölmargir KA-menn inn í teig leiknis og einhver miskilningur í dekningur en þeir leysa honum og Sveinn Margeir kemur þá með hornið á fyrsta mann Gunnar Örvar sem að fær á sig háskaleik. Sennilega rétt metið hjá Sveini Þórðarsyni, aðstofadómara nr. 1 í þessum leik. Hann flaggaði þetta. Kemur markspyrnan eða aukaspyrnan. Brynjar Ingi í baráttunni og leiknismaðurinn skallar út af. Hatti á Andra Fannar. Gunnar Örvar brýtur á Jan. Koma leiknismenn. Steinþór fer í bakkið á honum en ekki nóg til að vera dæmdur brotlegur og vinnur síðan knöttinn.
KM með henni eftir til línu. Glöggir áhorfendur taka kannski ennþá eftir því að Kristján Jaló ennþá á hlaupum. Hvað ætli hann sé búinn að frábær snúningur hjá Elvari sem reynir síðan að pikka honum inn á Steinþór en það truflar hérna í sendingunni. Þetta voru til þrjú í lagi hjá Elvari. Gunnar að færa hann í lappir. Heldur honum inn á eða hvað? Jú, heldur honum inn á. Sveit Þórðarsson vissi sín í sök. Steinþór snýr, fær mann í bakið og hann út til vinstra með Þorri og Þorri kominn inn að markið. Fyrsta touchið hins var ekki nægilega gott og Leiknismenn snöggir að bregðast við. Leiknismenn með hann í öttu til línu, leita glufum fram á vellinum en þeir eru fámennir þar. Hins vegar flott spil hana en Hrannar stígur inn í og Almar. Smá vandragangur hann á kámennum en ekkert sem að hætta þær af. Þorri fær mann í bakið og setur hann að hatta, erfiðu bolti en frábær móttaka hjá fyrir liðanum. Sennilega rangt mál hjá mér að Hatti sé fyrirliði. Hann er aðstoðarþjálfari, ætli Almar sé ekki með bandið í dag. Engin sjáanlegur með bandið á sér samt en finnst það líklegt. Andri Fannar og Sveitmar Geir. Skemmtileg hugmynd en sendingin í Leiknismann og hotspinna sem K.A. Gaman að fara að fá einhvern mat úr þessum hotnum. Kemur hotnið frá Svein Margeir. Það kemur inn að marki og þar eru fyrirliðin í skalla frá. Almar næsta bolta og Brynjar Ingi reyna að flikka honum hana en þetta er beint í hendur á Bergsteini sem að tekur markspyrnuna fljótt og örugglega og þar er Stefán með þessi fyrir upp í. Stefán var annars í miklu kapli uppi þarna með Andra Fannar Hrannar. Sjáum við það tölfræðina, skemmtilegt. Káaði með 9 skot, 4 á markið og 1 mark. Og sjáum að K.A. er búið að vera 69% með boltan í þessum leik. Skemmtilegt tölfræði þarna hjá Ágústi. Glögg augu Gústa missi ekki að neinu. Hann er búinn að vera með skeiðklukku inn í sikkoru hendinni. Sveitmar Geir. Brynjar. Finnur Elvar í lappir en móttakan svíkur Ella. Þessi endar aftur fyrir og markspyrna frá marki Leiknis. Rólegt yfir þessu þessa stundina. Góð móttaka hjá Guðmundi þarna. Náður hann undan Andra Fannar og nú koma þeir hratti Leiknismennir. Sæþór byrjur stungusendinguna en Sveitmar Geir skalla hennar frá. Brynjar Ingi. Hrannar. Andri Fannar. Binni með sendinguna á Gunnar. Og þetta er innkast sem að Leiknir á. Eitthvað aðeins mitt sig hann Sólmundur Aron Björgólfsson í þessum árugstri við Gunnar Örvar en
Það er kannski smá sárabót að fá innkastið því að Gunnar Örvar vildi líka fá þetta innkast. Og kemur Sólmundur til að kasta sín á. Og Hrannar gerir vel og vinnur stöð fyrir framannin. Sveinn Margeir í baráttunni um boltan. Almar. Þorri. Steinþór snýr. Fær mann í bakið. Sveinn Margeir horfir á Gunnar Örvar. Gunnar Örvar með fína móttöku en leiknismæður kemst á milli. Og truflar Gunnar í skotinu sem gerir það að verkum að það er himinhátt yfir. Sigurður Þrastarson biður síðan Mikolas Krasnikovic að passa sig. Hann tæklaði þarna Almar. Siggi beitti hagnareglunni. Bergsteinn reynir að finna sína samherji í lappir. Og Hrannar fær hann í hendina. Kannski að verja hausinn samt en bendir Sveini á það sennilega kurteislega. Hann hafi verið að verja á sér andlitið. Kemur Hatti í skallaði við Stefán og Stefán skallar hann en það beint á Káman. Steinþór Freyr Þorsteinsson. Andri Fannar og Brynjar horfir upp, leitar svolítið löngu boltanum og hér kemur hún þarf að vera nákvæm þessi sending til hitta, hún er það. Steinþór skallar hann á Þorra sem er í flottu færi núna. Hvað gerir Þorri? Þorri með dapurt skot beint á Bergstein í marki Leiknis. Hann kastar hann síðan út til vinstri á Guðmund. Sér finnur Sæþór, sér reynir að snúa en Andri Fannar mættur þarna, vel gert hjá Andra. Og vinnum boltan, snúum vörð í sókn og nýjan leik. Andri Almar á Gunnar á Svein Margeir. Og áfram heldur baráttan hann inn á miðinni á Svein Margeir með hann út til hægra megin. Horfir upp, finnur Elvar Árna. Elvar Árni sér síðan Andra Fannar inn á miðinni. Andri, hvað gerir hann? Setur Gunnar, býður sér í hlaupið. Gunni góður í sér stöðu með mann í bakkinu, mikil skrokkur. Sveinn Margeir með tækifæri til að krossa og hann er flottu kross sem að Gunni hætti við að skalla og Elvar fekk hann í legginn. Og út af vel gert, vel spilað á Kámunum, góð barátta þarna. Gaman að rýna henni í bekk Káamanna. Þar eru þeir félagar Pétur Heiðar og Óli Stefán. Og svo sýnist mér Atli Fannar vera þarna og í þeim mund flautar Siggi Þrastar 8 sekúndum meir en 45 mínútum til leiklés. Staðan 1-0 fyrir Káa í rólegum leik. Káamenn mikið meira með boltan og yfir höndina. Sjáum marki hérna. Þetta er ekki markið reyndar en sjáum markið hérna. Krossin frá Hrannari og flottur skatti hjá Ella í nærhorni. Bergsteinn náði ekki til hans. Við eigum tölfræði mólahendingur hérna. Þeir koma hér. Káa með boltan 69% og búin að eiga 12 skot gegn einu. Það eru 5 á marki. Leiknir ekki búin að láta reyna á Aron Dag ennþá. Við tökum okkur pásu, stutta pásu. Þökkum fyrir í bili, sjáumst að Vörmurspori.
Já, verið velkomin að við tækjum aftur á horfendur góðir. Við erum ennþá í boganum, ennþá í leik K.A. og Leiknis, þar sem staðan 1-0 fyrir heimamenn í K.A. Sýnist í fljótu bragði engin breyting vera á K.A. liðinu. Nei, það ekki ein breyting. Og sömuleiðis fljótu bragði engin breyting á Leiknisliðinu heldur. Jú víst, leikmann nr. 5, Sigfús Fannar Gunnarsson komin inn á í Leiknislið. Hann hefur komið inn á hérna fremstu línu. K.A. byrja með knöttin. Og það sem fyrr Hatti og Brynjar Ingi í miðvörunum, Andri Fannar og Hrannar í bakvörðum. Almar djúpur á miðinni og þar fyrir framann Sveit Margeir og Steindór Freyr. Þorri Mar og Elvar Árni eru svona sóknar tengiliðir og Gunnar Örvar Stefánsson fremstur. Já, við K.A. TV menn erum vísfrægir allan heim, en við vitum af góðum áhorfenda í Svíþjóð. Fyrrum þjálfari Þór K.A. og aðstoðarþjálfari K.A. manna síðastliðið sumar, Donni, hann fylgist vel með sínum mönnum. Donni fluttist búferla til Svíþjóðar núna áramótin. Hér Elvar Árni í baráttunni og boltinn út fyrir samkvæmt Sakir, aðstoðardómara nr. 2 og innkast sem Leiknismenn eiga. Það Sólmundur sem tekur það. Stefán tekur á móti boltanum hérna og boltinn út af og þetta eiga Leiknismenn aftur. Kastík gefur hérna lítið lausa bláa skyrtur og hann verður þá langur hérna á miðuna, já. Stefán kassanum mitt en Hrannar hirðir lausa boltan. Kemur hann Elvar Árni reynir að fara fram hjá Leiknismönnum, tvosaði hann og þetta aukaspyrna. Brynjar Ingi skiptir boltanum hérna strax yfir til andra. Já, eins og ég var að koma inn á þegar að Siggi flautaði til hálfleiks, aukaspyrna, já. Það Míkolas sem brýtur á Steinþóri. Skarta sömu klippingunni. En eins og ég var að koma inn á hérna áðan að þá eru það Petti Óli Stefán í þjálfarateimi K.A. þarna á bekknum og svo fæ ég ekki betur séð að með þeim standi Atli Fannar Írisson. Og svo engin Halldór Hermann í dag, heldur sýnist mér Stefán Ólafsson, faðir Andra Fannar, sinna sjúkraþjálfunarstörfum. Og svo sjálfsögðu doktorinn á sínum stað. Hér það K.A. menn í öftustu línu. Heppinn hérna Brynjar Ingi ætlaði að koma boltanum á Hrannar en Leiknismenn komast á milli og snúa vörn í sókn og þetta gerir Sigfús ágætlega, en varnarmenn K.A. vandanum vaxnir og Elvar Árni með hörku baráttu þarna, en Ásgeir Páll snýr á hann, kemur boltanum á Jan inn á Míkolas, reynir að framlengja þessa sendingu en hún fer beint á Hatta. K.A. koma boltanum strax í spil, Þorri úti vinstra megin, Andri Fannar, Almar, Brynjar Ingi, Brynjar út til hægra á Hrannar og Sveit Margeir. Almar alltaf í einhverjum skemmtilegum orðaskiptum hann, þarna var það Sigfús Fannar sem að fór harkalega í hann. Almari fannst það algjör óþarfi og
lét Sigga vita á hennu sinni og Siggi tók undir þetta en ákvaða flauttekið því að K hélt boltanum. Bergsteinn með hann í marki Leiknis. K setur á hann pressuna, kemur hár bolti. Hrannar í baráttunni við Músa. Gerir vel, Hrannar Björn og brotið honum en ekkert dæmt. Vel gert hjá Hrannari. Og Hatti út á Þorra. Þorri þarf að sækja þennan aðeins niður. Kemur nú þá bara aftur á Hatta í staðinn. Hatti reynir þá hinum megin, finnur Hrannar. Hrannar setur hann í lappir á Elvari en Míkolas gerir vel. Og svo hérna það Sólmundur. Setur hann langan upp í hotnið en það Brynjar Ingi fyrstur á vettvang. Setur hann á Aron Dag og Hatti í lappir og aftur á Brynjar. Vel leist hjá K-mönnum. Brynjar með boltan hérna upp eftir línunni. Það barátta sem endar með leikbroti. Elvar Árni fær aukaspyrnu. Almar á Hatta. Síðan það út til vinstri á Þorra. Boltinn út til hægri, Hrannar ekki að ná honum niður. Leiknismenn sækja hér hratt. Varamaðurinn Sigfús en Hatti les þetta, gerir þetta vel. Fær hann, gefur hann með Ella. Elli setur hann, þetta spjald. Nei, hann hætti við að dæma því að K hélt boltanum. Bytti hagnaðarreglunni. Aftur brot, Míkolas, nú fær hann spjald. Hann hérna, þetta Sólmundur. Maður býður til flautinu. Þetta bara stutt á Binna. Binni setur hann upp í hotnið á Hrannar. Hrannar snöggur. Reyna að finna stuð til að krossa. Elvar Árni með honum. Og Almar. Og gerir vel Elmar þarna. Já. Eitthvað meitt sig þarna. Hann Sólmundur í viðskiptum sínum við Almar. Í baráttunum boltan. En það markspyrna frá marki Leiknis. Kannski nýti tíman að renni við stöðun í enska boltanum. Holland kom inn á 27, skoraði þennan. Já, gaman að segja frá því að norski leikmannun Erik, heit ekki Erik Holland? Já, skoraði þrennu fyrir Dortmund í hvað sem fyrsta leik. Kom inn á 57, skoraði þrennu. Einn mest umtalaði skansmyndu maður núna í haust. Óli Gunnar Solskjær var á höttunum eftir honum. En Tottenham og Watford gerir 0 jafntefli í hádegisleiknum. Arsenal 1-0 lifi gegn Sheffield. Brighton 1-0 lifi gegn Aston Villa. Crystal Palace að vinna Manchester City 1-0 á Etihad. Lincoln 1-0 lifi gegn Blackpool. Við erum með Blackpool menn hérna í stúkunni. Norwich 1-0 lifi gegn Bournemouth. Southampton Wolves 2-2 og West Ham United Everton 1-1. Þannig eru 20 mínútur eftir. Það aðeins meira eftir í okkur. Hálftími og rúmlega það hjá okkur. Brynjar Ingi með henni öll til línu og finnur Aron Dag. Leiknismenn eru frekar þéttir og gefa lítil færi á sér. Þarna var Steinþór hálf heppinn, snýri hins vegar vel á leiknismann sem kom í pressu. Sveitmarkir upp í hotnið á Hrannar en þessi fyrir aftan hann. Kemur innkastið, Elvar Árni hins vegar beint á hann. Þessi bolti inn á Steinþór, Sakir liftir ekki flagginu. Heldur Steinþór áfram með fyrirgjöfina en þetta las Jan í vörn leiknismanna en Sveitmarki pressaði og
fær hann í sig á leiðin út af og það er markspyrna. Óli öskrar á sína menn í gang með þetta. Ég er eiginlega hjartanlega sammálunum. Þetta er mjög þægilegt fyrir KM-menn. Við erum ekki að gefa neinn færa á okkur en við erum ekki með neina flugveldarsýningu heldur. Þannig að hérna koma þeir. Spurning hvort að þessi öskur frá Óla hafi virkað. Þorri út á Andra Fannar. Andri Fannar sitt síðan á Hrannar. Það voru margir KM-menn inn í og við teig Leiknis. Kemur hlaupið hjá Svein Margeir en sendingin frá Hrannar aðeins og föst og endar í höndunum á Bergsteini. Leiknismenn með hann í öftustu línu. Jan með langa sendingu. Þetta er frábæð móttaka hjá Sólmundi. Út til vinstri á Músa. Músa gegn Hrannari. Vinnur leita hægra löppinu. Þetta er hörku skot sem er reyndar framhjá. Þetta er aðeins annað skot Leiknis í leiknum. Og ekki ennþá búin að rata á markið samt. Já. Við KM-menn verða að passa sig að falla ekki of mikið niður á hælana. Sveinn Margeir Hauksson með hann út til hægra á Hrannar Björn. Og Hrannar á Brynjar Inga Bjarnason. Hallgrímur Jónasson. Andri Fannar Stefáns. Þorri. Ég reynir hann að skemmta að senda ykkur Steinþór sem hefnast. En Steinþór er ekki að halda þessu inn á. Spurning hvort að Óli fari eitthvað að hrista upp í liðinu. Á varamannabekk KM-manna eru Áki Sölvason og Angatíma Árni Gautarsson, Ímir Geirsson, Birgir Baldursson og Nökkvi Þeyr Þórisson sem ég sagði áðan að væri búið að glíma við meiðsli. Svo að óglemdum Kristján Jæjaló sem var hér á skokkinu í fyrráleik. En við sjáum að þetta er Áki sýnist mér sem er komin úr. En þetta er ekki Áki. Þetta er sennilega Angantýr eða Áki. Annar þeirra er komin úr treyjunni. Áki svo sem líklegur í fyrstu skiptingu. Ég seti eins og spurningamerki við Birgir Baldursson. Ég sé hann ekki þarna. Þrátt fyrir að hann sé á skýrslu. En hvað það? Áfram með smjörið. Það eru Leiknismenn sem er að taka inn kast. Þeir eru í smá vatnspásu. Kannski fyrirfram ákveðin sökum fæðar varamanna. Þeir eru ekki nema 2 á varamannabæknum. Annar er komin inn á. Og það er hann einmitt með boltan, hann Sigfús. Í baráttunni við 2-3 komin og hefur betur. Og það var að Sæþór sem að virkilega vel gert hjá Svein Margeir. Notaði þennan gríðarlega skrokksinn. Óli kallar á skiptingu næst þegar boltin fyrir úr út af. Þetta er Áki svo sannarlega. Elvar átt í baráttunni. Ára skiptingin. Gunnar Örvar Stefánsson er að koma að leikvelli og fer styrstu leið út af. Tekur að sér hjálminn sem hann spila með sökum margra höfuðhögga sem hann hefur lent í á sínu ferli. Uppalinn KA-drengur en hefur einnig leikið fyrir Þór og Magna. Hvort hann hafi ekki verið í Haukum eitthvað líka. Allavega bjó fyrir sunnan ólingsárunum aðeins. En það er Áki Sölvason sem er að koma inn á. Fæddur 1999. Spilaði með Magna síðastliðið sumar. Elvar Árni rekur Áka efstan upp á topp þar sem Gunni var. Áki kröftugur framherji. Kemur boltinn hérna. Hrannar les vel í þessa aðstæður en þessi skelfileg sending en Sigfús fyrsta snertingin svíkur hann og þetta endar aftur fyrir og markspyrna frá marki KA. Það er spurning
Elvar að koma hérna upp á topp og Áki út hægra megin. Elvar Árni í sinni náttúrulegu stöðu. Kemur Hrannar á Almar. Ég kalla eftir beittari sóknarleik frá okkar mönnum. Brynjar Ingi með hann, horfir upp, sér hlaup frá Steinþóri, lyftir honum inn. Og þannig skallar Leiknismenn hann frá og spark honum frá. Það var hatt í kapphlaupið þarna við Stefán. Og Stefán pirrar sig á því að fær gult spjald fyrir orðskipti sín við Svein Þórðarsson. Þetta er annað skipti í leiknum sem hann kvartar sáran yfir því að þessi farið í bakki á honum. Hins vegar var þetta nú kannski ekki eitthvað sem það þurfti að dæma brot á, en það var ekki dæmt brot. Heldur innkast. Hatti notaði bara þann kraft sem hann þurfti og mátti. Kemur innkastið, hreyfingarnar Leiknismönnum en engin laus sjáanlegur. Gerir þetta ágætlega, halda boltanum Sæþór en Andri Fannar vinnur hann vel gett hjá Andra. Andri horfir til vinstri og það er Þorri. Og Þorri snöggur, komin hann að 4 KM ekki 3 nú þurfum við að gera vel. Boltinn hins vegar flækist í löppunum á Elvar Árni móttökunni en Elvar Árni sjálfsögðu lítur ekki á þessum tapaðan bolta, heldur vinnur hann bara aftur og þá var Andri Fannar mættur aftur á boltan. Sér Svein Margeir en Leiknismenn snöggir og brot dæmt þarna eða hvað? Nei, Siggi er bara með flautuna í vassanum. Ég hefði svo sem ekki mótmælt í að fá dæmt á okkur brot þarna. Almar horfir til vinstri, það er Þorri. Þorri sækir á, gerir þetta auðveldlega. En lítil hreyfing í teignum. Þorri sá engan lausan. Það eru allir KM-menn á þriðjungi Leiknis núna. Brynjar Ingi með krossin á Svein Margeir sem er með hörku skalla. En beint á Bergstein sem sparkar hann úr löngum og þar er Stefán í kapphlaupi við Hatta. Hatti gerir hins vegar allt sem þarf, gerir allt rétt. Og Aron Dagur síðan setur hann laust á Almar sem var snýr, vörn í sókn. Þetta eru hættuleg vopn hins vegar, langar og hnitmiðaðar markspyrnur. Hann kemur langur bolti upp í horn á Áka, ferskar lappir en ekki það ferskar að ná í þessum. Hrannar kallaði á Þorra þarna krossunum á þann þegar Þorri spila honum tilbaka því að þeir voru 5 í bóksunni. Þetta er hárrétt mat hjá Hrannari en hins vegar hefur bara af fjölmörgum krossum leiksins bara komið eitthvað út úr einu þeirra. Það var þegar Hrannar krossaði hann á Elvar Árna og markið kom. Hérna er löng sending á Sæþór, Andri Fannar aðeins á eftir honum. Sæþór er hörku fljótur en Andri Fannar er það líka. Þrátt fyrir að verða 29 ára gamall á árinu. Þann 22. apríl meira sem saman afmælisdag á mamman Andri Fannar. Bara svona fyrir hlustendur sem hafa gaman að því. Og fyrir á sem voru hlusti í fyrirleik þá var það daginn fyrir leik KA og IA í Pepsi-deildinni 23. apríl. Gott ef þetta er ekki bara sumardagurinn fyrst, oftar en ekki hittir hann hérna á þennan dag. En hvað með það? Það er einhver betur að sér í gregorska dagatalinu en ég, en áfram heldur leikurinn. Elvar Árni. En Jan hefur verið frábær í miðvörunum hjá Leikni í dag. Ekki stærsti miðvörun sem maður hefur séð. Kámen með hann í eftirstu línu. Brynjar Ingi, Aron Dagur. Já, það er orðið staðfest. 23. apríl er sumardagurinn fyrsti. Og með því hefst Pepsi-deildin okkar Kámenum. Frábær bolti inn á Hrannar. Hrannar hefur pláss gegn honum Sólmundi. Hrannar vill leika á hann. Leitar að lausum manni inn í teig og þetta kemur Elvar Árni á hlaupunnu en erfitt kannski að taka við honum á þessari ferð. Og boltinn endar hjá Bergsteini í marki Leiknismanna. Arkadíus Jan Greslak fyrir lið Leiknismanna. Staðið sér vel í miðverðinum í dag. Með honum er þar Steinar Logi Kárásson. Það er ekki við þá að sakast að þessu 1-0 undir allavega.
Káa-liðið fallið hans aftur. Nú kemur pressan hins vegar, hárbolti Áki lætur hann plata sig og svo er það Hrannar sem komið út stöð og brýtur þar að leiðandi. Á honum Sólmundi. Sólmundur vill kannski fá spjald þarna en Siggi var ekki sammála og þeir eru snöggir að taka hann og þá er það Músa gegn Hrannari og svo Alvar tekur við og næsti boltinn á Stefán og Stefán með frábæra hælsendingu en þetta alveg Sveinn Margeir og Þorri síðan í baráttunni og fær innkast. Þetta er tekið af Andra Fannari og Almar Ormansson. Andri og Almar gengur báðir til liðs við Káa síðastliðin vetur á nýjan leik. Báðir uppaldir Káa-menn. Almar er verið að spila með okkur undanfarin ár en kíkti síðan aðeins til Fjölnis. Sumarið 2018 spilaði þar. Á meðan Andri hafði leikið með Val frá því hann flutti suður kringum 20-aldurinn. En fekk eldskýrt sína með Káa undir stjórn Dín Martin. Andri Fannar með sendingu á Elvar Árna Aðalsteinsson. Elvar markaðist í leikmaður Káa í sumar, eða fyrra sumar fyrirgefið. Og var valinn leikmaður ársins einnig á lokói félagsins. Í kjölfarið tilnefndur til íþróttamanns Káa og endaði þar í 3. til 4. sæti ásamt Berniku Bernat úr Jútadildinni. En þetta eru ótengdir fróðleiksmólar. Það var að Brynjar Ingi sem er í skallaðinvinu, Steinþór brotið honum en leiknum er haldið áfram. Þar sem Siggi er ekkert að flækja þetta með einhver óþarfa flauti, ég er ánægður með hann. Hann fær sannlega nóg af flauti þegar hann er að flauta þessa handboltaleiki. Það eru 2 Káamenn konir úr skyrtunum á bekknum. Það er Ímir Már Geirsson og Nökkvi Þeyr Þórisson. Gaman að sjá Nökkvi aftur á vellinum. Nökkvi ösku fljótur og vakti verðskulda athygli í Pepsdeildinni síðasta sumar. Steinþór með íþróttalega takta, þetta er frábærlega gert. Elvar Árni er ekki í rangstæði, Jan var ekki komin út úr rangstöðinni og kemur nú Sveinn Margeir. Sveinn Margeir vill skjóta, hætti við. Steinþór, hann getur skotið, gerir það en þessi er í hliðanettið. Við sjáum þetta endursýnt. Það er skipting. Það er Hatti kom út af og þá væntanlega kemur og Steinþór Freyr að koma út af. 2 elstu leikmenn Káa kom út af. Ímir Már Geirsson kemur inn á. Spurning hver dettur í miðvörun, hvort að Ímir kom í miðvörun fyrir Hatta. Já. Og nei. Hrannar kemur í miðvörun. Og það eru þá Hrannar og Brynjar Ingi í miðvörunum. Nökkvi og Ímir í bakvörðin. Andri Fannar færir sig á miðuna. Andri Fannar getur spilað nánast allar stöðu vallarins. Þetta er hræðilega sending frá Músa og yfir á þetta er Nökkvi. Ný inn á komin Nökkva Þeyr Þórisson. Hann fór í stöðu bróðursins og Þorri var settur í hægri bakvörð. Já, þeir eru skuggalega líkir á velli. Sjáum þetta endursýnt. Hræðilega sending en hann vildi nú sennilega fá brot þarna en Elli gerir vel, óeigingjarn Elvar og Nökkvi klárar virkilega vel. Nökkvi var búinn að vera inn á í svona 14 sekúndur. Ég var ekki ennþá búinn að átta mig á hvor bróðir væri hvað þarna. En þá er hægt að renna svona yfir lið Káamanna að í miðvörðum eru Brynjar Ingi Bjarnason og Hrannar Björn. Ég er ekki viss að Hrannar hafi spilað miðvörð á ferlinum en hann kemur til Káa sumarið 2011 minni mig. Sennilega og búinn að spila mikið sóknarleik á Húsavík, spilaði hægri kant þar, settur í bakvörðinu á Káa og það hefur svolítið orðið hans staða, vaxið mikið sem bakvörður, ekki held ég hann hafi spilað miðvörðun áður. Og Brynjar Ingi Bjarnason er með honum þar, Ímir Már Geirsson sem hefur verið að glíma við meiðsli frá síðasta tímabili er í vinstri bakvörði. Ímir spilaði flott hlutverk hjá Káa-liðinu síðasta sumar, stóð sig vel, uppalinn Káa-strákur og í hægri bakvörðunum er Þorri Már Þórisson. Á miðunni eru þá Almar djúpur og fyrir framan hann Andri og Sveinn Margeir og
þrír fremstu mennirnir eru þá Áki Sölvason, Nökkvi Þeyr Þórisson og Elvar Árni Aðalsteinsson. Hrannar kemur haustið 2013 kemur til KA. Fyrsta sumarið 2014 sem hann spila fyrir KA. Þetta átti að vera á hreinu. Almar liggur þarna eftir en boltinn ennþá í leik. Almar er staðan á lappir. Þau fengi hérna smá högg á rifjabúrið. Boltinn hátt upp og Hrannar og Brynjar Ingi að tala saman. Hann að Brynjar Ingi þann fara á Hrannar. Almar gerir vel. Leikur sem er boltan. Brynjar Ingi á Sveinn Margeir út til hægri á Þorra. Sveinn Margeir og Almar. Já, Hrannar Björn skoraði 8 mörk fyrir Völsung sumarið 2010 í annarri deildinni. Markahæstur í liðinu. Hrannar er fæddur 1992 og var þegar lendi 23. árið, aldursárið þegar hann spilaði fyrir KA og hefur gert alltaf síðan. Þetta mínum uppáhaldsleikmönnum. Fer ekki neina félum með það. Það var Elvar Árni með bjartsýni skot. Gústi gerir okkur þann greiða sér í þjálfræðina þessi skot. Þá er það Bergsteinn sem að býr sig undir að spyrna frá marki leiknismanna rétt tæpar 20 mínútur eftir að þessum leik. Þá er aðeins anga tíma Árni Gautason eftir að varamannabekk KA eftir að koma inn á sem ónotaða varamaður. Elvar Árni gerir vel skýli boltanum og sendingir hérna ætluð Áka Sölvasyni og hann er dæmdur brotlegur. Elvar var komin að sækja boltan eftir. Já, gaman að fylgjast með hérna núna þegar leiknir er með boltan í öftustu línu, hreyfingunni og stjórnuninni hjá Brynjar Inga og Hrannari. Hrannar náttúrulega alltaf verið frábær hjá Brynjar hérna en Hrannar hefur alltaf verið þannig leikmaður að hann hefur talað mikið, heyrt mikið í honum á vellinum. Þorri í baráttu, skýlir boltanum ágætlega þarna og kemur hann sér aftur á Hrannar. Undir pressu, Hrannar á Arondag og aftur fær Hrannar hann. Já, Arondag er aftur og Aron með langan en þetta er beint á hann Ásgeir og Músa. Þorri þjarmar að honum og vinnur boltan og vinnur innkastið eða hvað? Nei, þetta innkast á Leiknir. Gestirnir frá Fáskrúðsfirði. Stefán fær hann. Elvar Árni vinnur hann boltan eins vegar. Áki snýr í vörnin sókn. Settar hann aðeins fyrir aftan Nökkva sem var kominn, búinn að setja í 3. gír. Oft eins og sé turbo takkja á hann Nökkva, hann er ægilega fljótur. Sveinn Margeir klappa boltanum aðeins þarna, setur hann svo á Hrannar og Hrannar með Þorra út til hægra megin, nýtir hann vonandi. Já, Þorri með tíma og plás. Horfir, Andri fann að býða sér í hlaup, fær hann í lappir hins vegar. Andri með tíma líka, er enginn að setja pressa á Andra. En Andri með boltan hann á Ímir á. Ímir aftur út til hægra og Þorra. Þorri letur hann boppa einu svona og tekur við hann vill leika þarna á Sólmund. Hins vegar með Sveinn Margeir með sér. Virðist vera fannir að þreytast leiknismenni því að þeir eru ekki jafn duglegir að setja pressa á káminn. Ímir! Þetta er aukaspyrna. En nú er enginn Bjarni Aðalsteinsson í KA-liðinu sem skoraði 2 geggjuð mörk hérna fyrir jól. Fyrsta leik Kjartaværsmótsins sennilega. 3 geggjuð mörk. 2 aukaspyrnu. 2 aukaspyrnu. Já, 2 í fyrsta leik sem voru frábær og 1 í leik þar eftir. Aukaspyrnan aðan tók Brynjar Ingi, hann kemur ekki eins og fram fyrir miðjununa. Það eru Hrannar og Ímir sjálfur sem standaði við boltan. Eins og ég talaði áðan að þá skoraði Hrannar urmula mörkum fyrir Völsung í annarri deildinni á sínum tíma. En fyrsta keppnismark hans fyrir KA
hann hefur ekki verið mikið á markaskónum en það kom í sumarið 2017 sennilega gegn Fjölni útivelli. En það er Hrannar sem ætlar að spyrna. Geithali sparkaði boltan, bræðirnir frá Húsavík. Spurning hvort að Grímsi sé úti að horfa á þetta. Hrannar sendir honum örugglega að klippa af þessu samt og lætur hann vita handtaki okkur spyrnar í sumar. Frábært marki á Hrannari. Sjáum hérna endursýninguna af þessu. Aukarspyrnan alltaf frábærum stað. Og þetta er óverjandi. Þetta er óverjandi. Frábært mark, 3-0. Já, leiknismenn orðið þreyttir, kortir eftir. Þeir eru búin að hlaupa mikið, elta KM-menn og pressa mikið. KM korur í pressu, Andri Fannar. Þetta eru mistök, en Andri ekki með nógu fast skot. Andri hefði getað gefið sér aðeins meiri tíma hana, en Bergsteinn gerði vel. En leiknismenn fattir að gera sér klauvalið mistök núna. Ákoma Sveitmarki með flotta sendingu á Þorra og Þorri á hörkusbretti núna. Hvað gerir Þorri? Þurfti aðeins að teygja sig eftir honum. Krossinn út í tegin, en þar er Míkolas mættur. Almar í pressunni á Músa. Og gerir þetta vel. Þá kemur síðasta skipting leiknismanna. Það er Stefán Ómar Magnússon sem kemur af velli. Og hérna kemur leikmaður nr. 6, Jón Bragi Magnússon. Veitir endur ekki hvort þið séu bræður, en Magnús ansi algengt nafn á Íslandi. Já, þá eru allt í rauðu að leika fram. Sólmundur ætlar að taka engastið. Fær aukaspyrnu, Ásgeir. Míkolas sendir hann á Jan. Arkadíus Jan Greslak fyrir leiknismanna. Míkolas aftur. Kemur krossinn og Aron Dagur kallar á þennan en Þorri hlustaði ekki. Skallar hann frá. Aron langaði hreinlega held ég bara handsama boltan að það. Því að leiknismenn hafa ekki ennþá átt skot á mark KM-manna. KM búinn að vera töluvert meira með boltan líka. Þorri kassar hann og aftur kallar Aron á hann. Þarna fekk hann að koma við hann. Ára Þorri setur hann miðun á andra handi undir smá pressu, tekur hann með sér skemmtilega og inn á Áka. En Bergsteinn verið flottur í markinu á leikni. Lítið hægt að sakast við hann yfir mörkunum sem KR skorað. Ára Jan með langan bolta fram á varamannin Jón Braga. En Brynjar Ingi skilið þessum og Aron Dagur grípur inn í. 12 mínútur eftir. Ég ætla að veðja á að KR skori 1 ef ekki 2 viðbót. Hann Nökkvi og Binni yfir á Hrannar. Hrannar horfir upp, sér hlaupi hjá Nökkva þarna. Sendingin ekki alveg nógu nákvæm. En boltinn ber síðan inn út til hægra á Þorra.
Sveitmarki fengið eitthvað nikk en Þorri sækir á Sólmund, kemur honum á bróðir sinn en hann dæmdur rangstæður. Já, Sakir Jón Gasanov lyfti flagginu. Hvort erum við með endursýningu af þessu? Sjáum þetta hérna, það alltaf erfitt frá okkar sjónarhóðan dæma hvort hann hafi verið rangstæður. Þannig ég ekki dómbar á það. Það aldrei að vita að ég treyst Sakir fyrir þessu. Röggsamur. Hann á samt fleirum stóðu vaktinu upp á K-vill í sumar og dæmdu meirihluta allra þeirra leikjar sem fóru fram á þar á svæði. Mikilvægi félagsmenn þessir kappar. Almar. Og Ímir setur hann inn á Andra sem rangstæður. Nú að gera hjá Sakir þessa stundina. Steinar Logi setur hann á Jan. Guðmundur í hægri bakverðinum. Nú setja KM væntanlega pressuna í gang. Nei, gera það ekki. Ásgeir á Steinar. Steinar yfir á Jan. Jan með skiptíkvitað og Aron fyrir út og handsamar hann. En missir á honum og kemur hann til leik með löppunum. Og þarna fær hann Sólmundur hann í hnakkan en heldur honum inn á. Áki pressar, kloppar Áka og gerir hérna vel Míkolas. Nú geta það komið gestirnir. Míkolas út til vinstra megin. Horfir upp, setur hann inn í teginn en hittir ekki á samherja. Andri Fannar fær hann. Róar þetta aðeins niður. Snýr. Kemur hann út til hægri á Þorra. Þorri þindalaus og búinn að hlaupa mikið í þessum leik. Heldur því áfram bara. Ímir. Binni. Andri fær hann í lappir með tímat á miðjunni og til vinstri á Nökkva. Nökkvi sækir á þá. Kemur honum á Áka sem að kingsar hann. En vinnur hann aftur og þetta varið og hotn. Þetta var skemmtilegt. Sjáum hérna hvernig Nökkvi fer á varnarmanninn og kemur honum á Áka sem var einir skot með vinstri. Hættir ekki og fylgjur sér eftir og fær hotn í staðinn. Og þar stígur upp Ímir Már Geirsson til að spyrna boltanum inn í. Andri Fannar Stefánsson fyrirgefið. Það kemur hér. Þetta inn í teginn og þetta upp KM hæstir. Stoppar hérna með illa markmanni. Eitthvað samstuð. Vondir í lagi með alla. Það ekki auðvan Garðar Gresja á bekknum á leikni Fáskursfjörður þessar stundir allavega. Hann harkar af sér Bergsteinn Magnússon. Dómarakast, KM boltan, þannig að Almar biðla til þess að þeir sparki honum til sín, til KM-manna, bara alla leið tilbaka. Eða Almar fær hann bara og sendir hann tilbaka á Hrannar. KM með hann eftir til línu, Binni og Ímir. Elvar Árni vinnur sér stöðu og heldur innkastinu og Andri Fannar fær hann, setur hann á Svein Margeir. Spurning hvort að Svein Margeir viljir hann að koma sér skotstöðu, nei. Dreifir hann til hægri á Þorra. Þorri út á Almar, Almar horfir upp, tekur hann í fyrsta en Míkolas skalla frá. Og Músa, en það gerir Svein Margeir virkilega vel, vinnur boltan.
hefði viljað fá aukaspyrnu, ég skil hann vel, hafa tósað í hann. Þetta er Hrannar og þetta þarf Hrannar að brjóta. Það er væntanlega spjald fyrir. Já. Hrannar spurði Sigga, sagði við Sigga nefnum farið í boltan. En aftur get ég sagt það að ef ég hefði værið leiknismæður það hefði verið mjög fúll að fá ekki aukaspyrnu á þetta og þetta guðarspjald á Hrannar. En Sveinn Margeir hins vegar gerir sér fett í Sigga til að spyrja hann hvernig hann hefði ekki fengið brotið, ég er svo sammála Sveini líka. En Siggi dæmt þennan leik vel, ég er hrifinn að því að leyfa leiknum að fljóta svolítið. Áki vinnur boltan og svo Sveinn Margeir í baráttunni við Míkolas og þessi bolti bara hingað upp til mín. Fór næstu í einsa þarna á klukkunni. En það er í lagi með einsa. Það er í lagi með einsa. Já, Einsi hefur nú sett í marga leikinn hérna á klukkunni og hefur nefnilega fengið henni í hausinn, þannig að allir varinn góður. Vel gert þarna hjá Þorra, þetta engast á Káa, já. Þorri tekur ykkastið, tilbaka Hrannar. 85,5 mínútur á klukkunni. Ímir. Sjáum að þeir eru byrjaðir að hitta hérna upp dómara tríó næsta leiks ásamt. Það er kvennaleikur hérna í næsta leik. Hérna Andri Fannar Rangstæða. Sakir. Og þá kemur skipting, þetta er Angatýr Máni. Síðasti varamaður Káa. Og út af kemur væntanlega Elli, já. Elli rölti styrstu leið. Elvar Árni með 1 mark í dag, hérna sjáum við tölfræðina. Káa með 19 skot, þar af 10 á markið. Við erum búin að vera 66% með boltan. Og búin að eiga 6 hotspinnu gegn yngri gestana. Bergsveinn lyftur honum fram. Þar vinnur Hrannar skallaboltan, vel gert hjá Hrannari. Almar Ormarsson setur hann háan upp. Og Bergsveinn er komin í svíperinn, setur hann upp í loft. Jú, þetta er Tindastóll Einherji sannlega hérna að færa í gang á eftir í kvennaboltan. Þennan bolta sparka gestirnir alla leið aftur til okkar Káamanna og Brynjar Ingi kemur hann á Ími með herkjum. Almar. Hrannar. Hrannar segir Þorra að fara á hann. Á kip. Sveinn Margeir spilaði vel á miðjunni í dag. Brynjar Ingi Bjarnason. Á Almar. Almar á Sveinn Margeir býr sér hlaupin aftur. Fær hann ekki, heldur út til hægri á Þorra. Nú er Almar í boxinu og þessir Hár og Bergsveinn grípuð þennan. Bergsteinn og hann kastar hann síðan út til hægri á Músa. Tvær mínútur eftir að venja leiktíma í boganum. Staðan 3-0 fyrir Káa. Mörk Káamanna eru þeir Hrannar Björn. Nökkvi þeir og Elvar Árni búinn að gera. Elvar Árni átti stórsendingun á Nökkva, Hrannar átti stórsendingun á Elvar og síðan var það hann Ímir sem fiskaði broti sem að markið hans Hrannars kom upp úr. Ímir gerir vel hana, kemur hann með Andra og Nökkvi hóta hlaupinu. Nú getum við kannski séð hvað Nökkvi fljótur. Nei, sendingin ekki nóg kom í Andra. Koma leiknismennir upp hérna vinstra megin. Þetta er miðvörðurinn með skot. Það er framhjá.
Þetta hefði svo sem geta verið fyrsta skot þeirra á markið í leiknum. En Arkadiusz Jan Greslak hitt ekki á markið. Sennilega jafnvel hægt að skrifa þetta sem sendingu en við setjum skot í tölfræðina. GB Stats. Leikurinn svona fjara út. Ég var búinn að veðja á 2 K-mörk í viðbót. Ég er ekki viss að við verða ósk minni. Kemur boltinn frá Brynjar Inga þarna inn á Angati sem er nýjankominn sem varamaður. Og hotspyrna. Andri fann að leipur á vettvang til að taka hana. 7. hotspyrna K-mann í leiknum. Enginn hjá gestunum. Verið hálfgerð einstefna þessi leikur þrátt fyrir að mörkin séu innan gæsalappa einungis 3. K-liði verið dóminarandi á vellinum en ekkert vaðið kannski í færum. Það er alltaf búið að skora eitt rangstöðumark og Siggi Þrastar flaut það bara af. 20 sekúndur fram yfir, var ekki meira en það. Við kíkjum hérna á tölfræðimólana. Eins og áðan sagði 19 skot hjá K gegn 3 hjá Leikni. K 65% boltan gegn 35% hjá Leikni. 7 hotspyrnu gegn Engri. Sjáum við mögulega mörkin. Koma hér fyrst markið hjá Elvari Árna. Kemur krossin frá Hrannari beint á pönnuna á Ella. Og flott mark. Síðan var það Nökkvi þeir sem var búin að vera inn á í tæpar 20 sekundur. Þegar að hann gerir sér sekund þessi mistökan Músa. Elvar Árni óeigingjarn. Settur hann á Nökkva sem að gera allt rétt. Skorar 2-0. Og síðan var það fallegasta mark leiksins kannski að mínum mati allavega Hrannar Björn með þessu aukaspyrnu ógnar bróðir sínum í því hver tekur aukaspyrnu fyrir K í sumar. Þetta er smurt upp í skeytin. Lokatölur 3-0 fyrir K. 2 K sigrar í dag. K 2 eins og ég sagði sigraði Völsung á Húsavík í upphafi dags. Og við þökkum fyrir okkur, ég og Ágúst og Baldur. Og þangað til næst.